skulum gera nokkrar veldareglu og logræfingar. Hér á að einfalda þetta brot, þannig að ég byrja á að segja 3 í þriðja stendur bara hérna upp á striki, en undir striki stendur 3 í veldinu 5 deilt með 2 og rótin halftaveldi. Þannig að þá þetta 3 í þriðja mínus 5 aðrir, sem aftur 5 aðrir 6, nei 3 eru 6 aðrir, þetta 3 í 6 aðrir mínus 5 aðrir, þetta verður 3 í halfta, eða rótin af 3. Tökum annað dæmi. Ef ég fengi 2 í veldinu hálfur, svona 8 í veldinu 1 fjórði, halvur. Sér svona, höfum það svo. Og ég ætla að reyna að taka þetta eitthvað saman, einfalda þetta. Þá segi ég, ok, ég er með 2 í halfta og ég veit að 8 það er 2 í þriðja. Og svo í halfta. Þannig að þetta er 2 í halfta sinnum 2 í 3 aðrir. Segi veldinu í veldinu, þá margfalda í samanveldin. Og 2, og það er saman tala 2 í einhverjum veldum, þá má ég taka það saman í 2 í halfta pluss 3 aðrir, sem aftur er 2 í 4 aðrir, sem 2. Þannig að þarna stendur einfaldlega 4. Eða bara svona skemmtilega leið til að skrifa 4 hérna, þetta hér. Ok, pröfum annað dæmi, pröfum logradæmi. Segjum að ég væri með logran með grunntölu 5 af 125 er jafnt og hvað, hugsa ég, til að einfalda þetta. Nú, munið að logrin með grunntölu 5, það þýðir 5 í hvaða veldi myndi gefa 125. Og nú svo heppinandi þægilegt, ef ég væri með 5 sinnum 5, þá fengi ég 25. Þannig að ég margfalda með 5 hérna báða megin, þá með 5 sinnum 5 sinnum 5, það myndi gefa nefnilega 125. Þannig að við sjáum 5 í þriðja veldi er 125. Svari hérna er logrin með grunntölu 5 af 125, það er bara nákvæmlega 3. Og enn höldum við áfram. Fáum dæmið, ég ætla að taka logran með grunntölu 4 af 16 og ég ætla að margfalda það með logranum með grunntölu 4 af 2. Og við hugsum hvernig nú aftur lograföllin skilgreind. Já, logran með grunntölu 4 af 16, það er að segja 4 í hvaða veldi, og nú komum bara með svarið. Í hvaða veldi gefur 16 og við sjáum að svarið er auðvitað 2. 4 í öðru veldi 2. Og hér er aftur spurningin 4 í hvaða veldi, nú skrifa aftur 2, 4 í hvaða veldi gefur 2 og þá þarf ég að taka rótina, þannig að þetta er halftaveldi, 4 í halfta er 2, allt í allt er þetta bara 1. Sér svona. Og tökum annað dæmi, tökum x í veldinu rótin af 2 er jafnt og 3. Þá ætlum við að finna x. Ok, finna x í þessari jöfnu. Þetta er jafngildi að segja x í rótin af 2 jafnt og 3. Mér langar að x í bara í fyrsta veldi, þannig að ég ætla að hefja þetta upp í veldi 1 á móti rótin af 2, af því að rótin af 2 sem 1 á móti rótin af 2 er 1. Þá þarf ég að gera slíkt hið sama hérna hægra megin í jöfnunni. Og þá fæ ég lausnina x er jafnt og 3 í veldinu 1 á móti rótin af 2, sér svona. Þetta er lausn á jöfnunni okkar. Og pröfum eitt dæmi í viðbót. Pröfum dæmi 21, þar fæ ég jöfnuna 2 í veldinu 2x, er jafnt og 5 í veldinu x pluss 1, sér svona. Og ég ætla að finna x í þessari jöfnu. Og nú beðið af einhverjum ástæðum sérstaklega að maður noti logran með grunntölu 10. Kannski er hann lítið notaður. Það þarf eitthvað að slípa hann. Notum hann bara. Ok, ætlum að nota logran með grunntölu 10 til að leysa þetta dæmi. Þá segi ég, ok, þetta er logrin með grunntölu 10 af 2 í veldinu 2x er eftir logrin með grunntölu 10 af 5 í veldinu x pluss 1. Svo það beðið sérstaklega þetta. Og skulum hafa svigan í samræmi við rest. Svona.
ok, ég nota mér lograreglu til að segja að þetta jafngildi að segja 2x sinnum logrin með grunntölu 10 af 2 jafnt á x plus 1 sinnum logrin með grunntölu 10 af 5. Þið þurfum að passa að skrifa alltaf grunntöluna 10 þannig inn, svo það fari ekki milli mála. Og ég ætla að einangra x í þessari jöfnu. Þá segi ég þetta hérna x sinnum 2 sinnum logrin með grunntölu 10 af 2 mínus x sinnum logrin með grunntölu 10 af 5 jafnt á logrin með grunntölu 10 af 5. Margfaldaði hérna inn í svigan og dró x-liðin frá báðum megin. Þá get ég tekið x út fyrir sviga hérna. Sér svona. Og engu ætla ég að breyta hérna hægra megin. Og þá fæ ég að x jafnt á logrin með grunntölu 10 af 5 deilt með 2 sinnum logrin með grunntölu 10 af 2 mínus logrin með grunntölu 10 af 5. Og svo hér getum við ekkert einfaldað. Ef við skoðum hérna það sem er uppástrikið, þá stendur 10 í hvaða veldi gefur 5. Og það er allavega ekkert augljóst, það er einhver óræð tala. Þannig að við getum ekkert gert annað en að nota bara logra með grunntölu 10 takkan á reiknivélina okkar og við fáum út að þetta er sirka mínus 7,21257. Og ef maður vill vera fullvissa sem maður hafi reiknað rétt, sem er nú svona alltaf betra, þá getur maður að pröfa að setja x jafnt á mínus 7,21257 hérna inn í jöfnuna og athuga hvort það sama komi báðum megin við jafnaðarmerkið.